Þá ætlum við næst að víkja sjónum á því hvað listafólk hefur að segja pólitíkina sem hefur breyst svolítið með úrslitum sveitarstjórnarkosninganna. Það sem áður var rautt víða orðið blátt eins og þið þekkið. Ég rak augun í færslu á Facebook sem ég sá að uppskar ansi mörg like. Það hún Lóa Hjálmtísdóttir sem skrifaði þann status. Oh my god, segir hún, hvað ég hlakka til að sjá fleiri mislæg gatnamót, hvaða sameignir verða seldar frá okkur og hvaða mannréttindi verða fótum tróðin næstu 4 árin. Túnin verða slegin en samkvæmt nýjustu rannsóknum þá það ekkert spes pæling. Pilsfalda kapitalistar saminist öllum til hörmunga. Sæl og blessu, Lóa. Sæl og blessu. Takk fyrir að koma hérna á rauðaborðinu. Ég falli yfir grænu peysinu þinni. Takk fyrir. Á þessum hlýja og sólríka degi. Já, ég búin að jafna mig aðeins. Fyrir 3 dögum. Þá voru þessi var skrifuð. Já, tapsár. Já, tapsár. Einmitt liðið þitt fekk ekkert sérstaklega útkomu úr Nei, ég var, já, sko já, ég bara hef ekki rantað lengi á Facebook. Ég vil bara eitthvað deila greinum. Já, reyna að selja bækur já, og eitthvað. Þetta svona bara eitthvað sölu channel og benda á greinar eftir annað fólk eitthvað málefni sem að En það tókstu þér smá pláss. Mér finnst það gott hjá þér. Þú kveiktir í mér. Þess vegna hafði ég sammáttið þig. Sko, það var einn maður sem svaraði ógeðslega leiðilega og ég bara var að læra, sko. Ég að fylgja tölvunar sérfræðingi sem búin að sérhæfa sig í internetinu og hún segir, sem að hljómar mjög skringilega, að maður eigi að blokka fólk sem að hate-watcha það sem þú setur á netið af því að annars dreifist það lengra inn í það sem fólk ógeðslega ósammála þér og fer að hata þig. Smá drastíst, en ég var í einhverjum ham. Þú ert í ham. En ertu svona svolítið að segja mér að sko kannski einu neikvæðu viðbröðin sem þú fékkst við þessari færslu, þau hafa haft meiri áhrif á þig heldur en öll jákvæðu viðbröðin? Já, það gerist alltaf. Það gerist alltaf? Ég skil ekki þá efnafræði. Nei. Bara svo í gaggrín og þannig. Já. Situr alltaf í öllum. Já. Bara fólk sem ég tala við í leiklist og myndlist og rithöfundar, það bara getur bara orðrétt farið með einu neikvæðu setninguna í annars bara ágætis dómi. Já. En fólk fer náttúrulega yfirleitt ekki út í listir af því að það er svo harðaskráp. Nei. En já, nei, ég veit, þetta fekk dálítið mikla dreifingu, sko. Kannski við vorum mörg sammála. Bara svo, sko, allir sem ég hitti fyrir kosningarnar, bara hver einasta mannsk sem ég talaði við og ég var með á heilanum að því ég átti erfitt með að ákveða mig. Og fólk í kringum mig sem nær svona vinarófi mitt Viðreisn í sósíalista. Já. Mínus náttúrulega fólk sem hatar útlendinga og kynsegin fólk. Þannig að þetta frá Viðreisn yfir í sósíalista. Það voru allir bara vissi enginn hvað þetta kjósa. Nei. Mér leið eins. Já, og við vorum mörg sem ákveðum okkur bara í kjörklefanum. Já. Já, þannig að ég var svo mikið að pæla í þessu og ég hafði einhvern veginn svo meiri trú á því að vinstrið myndi fá meiri kosningu. Já. En kannski ekki búið að mókunni alla skurði þar. Nei, kannski ekki. Kannski það var svona aðeins að já. Og svo saman að fólk bara fram að næstu alþingiskosningum. Já, og svo líka bara að þetta útkvarfa fólk hafi komið svona rosalega sterkt inn. Einmitt. Grafur. Já. Rosalegt hverfi greinlega. En þú veist, ég ekkert eitthvað
þetta fólk er vont, þú veist, og ég þekki mér að segja einn á lista hérna í sigurliðinu sem að er örugglega hlæjað mér núna, sem er bara frábær náungi og við erum sammála margt, en það er bara ég er bara þannig innréttuð og er alin þannig upp og bara allt sem ég trú á er að þú byggir ekki neitt einn og það er ekki gott að hamstra, þú veist, af hverju ætlar að búa í samfélagi að þú ætlar að halda allir fyrir þig. Og ég bara veit hvað þau eru að fara að gera við, þú veist, fyrsta sem þau eru að fara að gera er að selja bílastæðahúsin og það er ótrúlegt. Bara, já, þú veist, fólk sem er alltaf kvartundað að sé ekki stæðinir í bæ, það eru stæðinir í bæ og ódýrustu stæðin eru bílastæðahús reikin á borginni sem við eigum saman og veist, og bara, ég vinnir í bæ og ég er alltaf með fullan bíla einhverju dóti að fara í litlu búðuna mína. Ég hef aldrei ekki fundið staðið til dæmis. Og þau eru ekki dýr eins og þú bendir á? Nei, ekki sem Reykjavíkurborg á, en einkareknustæðin eru dýr. Og og öll bara svona einkavæðing sem ég horfði upp á hefur bara alltaf verið ræðileg pæling. Veist, bara eins og vinnumannsalið í ræstingageiranum og bara hvað heitir sendla fyrirtæki Volt, þú veist, það sem er bara verið að fara alveg hræðilega illa með fólk. Já, allt sem er svona ég er ekki, Þannig að þín trú, eins og þú segir sjálf, að við gerum góða hluti sameinlega, að hún fekk svolítið á kjamman núna í þessum kosningum því að 100%. Því að það er einstaklingshyggjan sem að sigrar og það eru svolítið svona henni sterku. Já. Og fólk sem er eitthvað svona, við erum æðislegir rekstrar aðilar. Jú. Og ég er bara mótið í að eitthvað sem á að vera eigu almenning sé hagnaðardrifið. Það á bara að kosta, þurfum bara að borga skatta. Veist, ég var mjög ánægð með að stund Silja bara algjör vonarstjarna og ég kynntist henni lítilega síðasta haust og ég vissi ekki að þú var að fara í pólitík eða neitt þannig og var bara eitthvað vákvæmt gæðaleg manneskja. Ég gisti í grunnskóla hún var að vinna í skóla við syni mínum og það var svona gistipartí og hún var í vinnunni og ég bara vákvæmt frábær manneskja og þetta er hún ógeðslega góð að vinna með unglingum og klára og skemmtileg og svo auðvitað þekkti ég foreldrannar síðan og svo bara fylgdist ég með henni og var bara vá þú veist, maður sá bara einhvern veginn hana. Ef hún hefði ekki komist hérna inn, hún Silja, hvernig hefði statusinn þá? Statusinn hefði eitthvað, ég legg bölfur yfir ykkur og afkomendur. Nei, tjók. Nei, ég er mitt ógeðslega ánægð að hún komst inn, æðislega ánægð að Sanna sé, vinstri náði tveimur. Við getum sagt að vinstri hafa náð þremur, bara samanlagt, sósíalistar og vinstri. Samfylkingin breytist ekki neitt þar, en samfylkingin, ég hefði eitthvað tilfinningun að þau séu hægri sinnaðri en ég hélt upphaflega. Það kemur náttúrulega maður þarna svolítið úr hægri röðinni, hann Pétur Oddviti, var áður hjá Sjálfstæðisflokknum og hérna... Sko, ég held að það sé beinlinis út af bara félagslegu umhverfans. Þetta er geggjaður náungi. Hann er rosalega fínn og næs og þekki hann ekki mikið en ég hef hitt hann og ég fæ ekki eitthvað svona þessi maður með óhreint mjöl í pókahorninu. Ég sammála þér. Mér finnst hann vera bara svolítið ræða þetta á þessum nótum. Ég fæ svona þessi gaur er ekki eitthvað, þú veist, hann er ekki greinilega bara eitthvað rígflokksbundin er bara til í þetta, hefur greinilega áhuga á borgarmálum. Þannig að, veist, mér líst ekki eitthvað illa á hann. En hann hugsar örugglega heiminn svolítið svona, ekki minna frá hægrinu heldur en vinstrinu. Nei, en ég minna að þau eru öll sem eru svona öfgamiðja, þau sem eru miðja aðeins hægra megin, veist, frá samfylkingu yfir í Viðreisn. Það er meiri munur á þeim en
ég var farin að sjá, mér fannst þess að þessi flokkar var að renna saman, skildi ekki af hverju þau væri ekki meira að vinna saman. Mér er eins og þau séu alltaf með sömu málin, sko. Já. Við getum reyndar ekki ennþá útilokað að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn muni skipa nýjan meirihluta. Það er ólíklegt, en við getum ekki útilokað það. Ef til dæmis það myndi sko kastast í kekki, hvað var þar fyrstu 2 augljósu meirihluta kostina, þá er ekki þetta útilokað að kombo Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins yrði nýr meirihluti. Þú ertu að tala fyrstu 2, ertu þá að segja þá er ég að tala annars vegar sko miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn. Finnst þér samt líklegt? Já, mér finnst það ennþá líklegast. En hinn kosturinn svona augljós er að Einar Framsóknarmaður hoppi upp með viðreisn til Sjálfstæðismanna. Mér finnst það eiginlega líklegra. Já, þú myndi veðja á það. Já, ég myndi allavega að gera það. Já. En það sem ég skil ekki er að því að sko lýðræðislegast með við kosningarnar væri bara Sjálfstæðisflokkurinn, Samfylkingin, skilur við bara efstu 3. Þetta er sem flest okkar völdum greinilega. Það væri lýðræðislegast að gera það þannig. Af því þá eru bara næstu 50% með einhvers konar fulltrúa. Og þér myndi líða betur með meirihluta sem myndi vera balanseraður einhverju leyti frá vinstri til hægri heldur en ef hann er bara til hægri. Já, einmitt. Kannski er það ekki auðvelt samstarf, ég veit það ekki. Ég hef aldrei setið borgarstjórnarfund. Ég held að þegar Kristrún bað Pétur að koma og bylta Heiðu, því að þannig bara gerist þetta. Já. Þá held ég að Kristrún hafi séð fyrir sér að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin yrðu 2 turnar eins og þeir voru að mælast fyrir nokkrum mánuðum og ég held að hún hafi séð fyrir sér að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin væru bara hepplega saman í nýjum meirihluta. Já. Ég held að það hafi verið planið. En það fór nú heldur betur öðruvísi heldur en hún sá fyrir vegna þess hvað Sjálfstæðisflokkurinn náði rosalegum sigri þannig á lokasprettinum sko. Og miðflokkurinn náttúrulega hvað sem að manni finnst pólitík miðflokksins þá getur maður ekki annað en tekið eftir því að miðflokkurinn fær alveg gríðarlega sterka kostningu ekki bara í Reykjavík heldur bara víða út um land og orðið bara svona einhver alvöru flokkur sko. Ógeðslega sorglegt. Já, þið líst ekki það. Nei, að þú veist, þau eru ekki að hundaflauta lengur. Mér finnst það vera bara svona grímulaus hatursflokkur. Þér finnst það? Já, ég bara, veist það sem þau leyfa sér að segja og fólki sem það fær til þess að skemmta sér og þú veist, bara eitthvað svona, þið finnst bara allt í lagi og þú veist, já. Finnst þér að miðflokknum hafi tekist að færa mörkin til? Já, þarna overtón glugginn bara teygðist. Það er þess vegna sem Samfylkingin virkar á mig sem hægri sinnaðara afl heldur en mér fannst það vera fyrir, þú veist, 7 árum eða 8 árum eða eitthvað. Já, mér finnst þau hafa einhvern veginn mér finnst þetta bara svona það bara mannréttindi á Íslandi og það sem að fólk hefur einhvern veginn fengið að vera það sjálft, þú veist, mér líður þess að sé bara búið að vera 15 mínútur og ekki einu sinni eitthvað 100% gott. Nei. Af því að ég bara bæði það að hafa verið að gera að segja brandara og vera að fara á uppistand og fylgjast mikið með gríni og eitthvað svoleiðis. Þá líður mér svona eins og að heimurinn hafi batnað í smá stund og svo núna þú veist, eins og það hafi bara verið ógeðslega erfitt fyrir fólk að halda í sér að segja eitthvað hræðilegt einhvern veginn. Þú veist, það fór aldrei alveg í burtu en það var þú veist, það var gert meira pláss í fyrir fólk og já, og núna einhvern veginn maður sér einmitt marga sigurvegara þá við fólk sem í Sjálfstæðisflokknum og miðflokknum
guma sig af því að þeim hafi tekist að drepa vókið. Já. Já. En finnst þér ekki skrítið að líta á það sem styrk að traðka á jaðarsettu fólki sem í svo miklu minnihluta? Finnst þér bara aumingilegasta hegðun sem getur sýnt af þér að vera bara, ég sterkur. Þú veist, mér finnst það bara rosalega einhvern veginn á hvolfi bara, að hugsunin. Þú veist, að því að sterkir sjá ekki, þú veist, sterkt fólk sem situr bara vel í sjálfum sér, það lætur ekki eins og sé vera að taka eitthvað frá því og það ekki að fara að hrella einhvern, þú veist, bara, ég meina, já. Þú veist, góðir leiðtogar ekki eitthvað svona nýðingar. Og það svo margt svo skrítið þegar mér finnst vera núna á síðustu mánuðum, sko, stundum talað að við séum með svona bandarisk innflutt menningarstríð. Ég bara tek undir það. Mér finnst bara stundum eins og við séum bara að flytja inn einhver átök, sko, heimum sem ekki endilega rétt að bera sig saman við. Og maður skilur ekki alveg hvers vegna. Jú, það vegna þess að við þurfum alltaf að hafa einhvern auminga til þess að sparka í og einhvern til þess að fyrirlíta eða hvað það? Ég myndi segja að vera aumingi sem sparkar í fólk. Já. En ég veit ekki, kannski bara ég veit ekki af hverju við erum svona amerikaniseruð. Nei, einmitt. Við erum að sjá sko verstu birtingamynd stjórnmála hugsanlega í Bandaríkjunum og bara mörg okkar bara segja skulum prófa þetta. Einmitt. Já, ég bara skil það ekki. Nei. Ég skil ekki hvernig það er bara eitthvað svona kostur, eða skilur eitthvað fólk sjá þetta sem bara svona valkost í bara ákvörðunum og já, ég skil það ekki. En ég, þú veist svona, sko ég hef ekki miklar áhyggjur einhvern veginn af sjálfstæðisflokknum þarna. Þú veist, ég held að Hildur sé ekki rasisti eða þú veist, á móti réttindum samkynhneigðra og transbarna, skilur hún slæri mig ekki alveg þannig. Það sem ég mest áhyggjur af hjá þeim að þau bara elska einkavæðingu og eitthvað svona, þú veist, og ég er náttúrulega brend af, þú veist, 90s sella upplifun og bara minni tilfinningu, skilur. Ég er ekki stjórnmálafræðingur eða neitt þannig. Nei. Þú veist, það sem er bara eitthvað ráðhús í Tjörninni. Sturluð ákvörðun. Og svona eitthvað svona monument. Og bara eitthvað, já, og líka eitthvað svona, ég bara var einmitt að þegar ég var á leiðninga þá sá ég bara, það var bara slátuvélin var komin í gang. Sem er eitthvað svona, en það er allt sem segir að þú eigir að vera með villiblóm. Þú veist, það er búið að fækka svo mikið í skordýrum að það er bara absúrt að vera eitthvað, við viljum að allt lítur þessu golfvöllur. Já, ég er nefnilega, sko, ég fer rosalega mikið í sund, ég fer mjög oft í strætó og bókasafn og þú veist, talandi þessi almennu sameiginlegu gæði. Ég bara, mér finnst þetta svo heillandi, skilur, og líka bara eins og bókasafnið er búið að, þú veist, taka sér svo nýtt hlutverk og menn þú getur leigt fondupott, að það er náttúrulega bara hver á að eiga fondupott. Þú veist, nefnum við sért frá Sviss og saknir heimahagana og vilja vera oftar með fondu heldur en meðalmanneskja. Þess að þú getur farið bara og leigt hluti sem er betra að eiga sameiginlega. Og mér finnst þetta, mér finnst þetta eitthvað svo heillandi. Og mér líður svona eins og allt sem er gott á Íslandi hafi verið gert í einhverju svona hugsjón og sameiginlegu. Þannig að ég bara hef alltaf trú á það. Þannig að ég er ógeðslega hrædd að það verði, þú veist, selt meira. Já. Bara eins og, bankarunni líka. Ég sko var að útskrifa Listaháskólanum þegar að góðæri var bara á full swing og allir bara... Þóttur skrítin? Að vera í Listaháskólanum í öllu góðærinu? Sko, Listaháskólinn og listir
og fjármálaheimurinn bara lúðaðist saman á þeim tíma sko. Mér fannst þetta alveg, tengið óslega mikið við svona steinateppi að maður stætti þeim og einhver svona sturlu partí og allt í hennu var allir að tala við barónessuna svona, það er að fá vélslað með barónessunni og ég upplifði bara einhverja algera fyrringu og svona eitthvað skiptir ekki neinum áli hvaðan peningarnir koma bara og já, en ástæðan fyrir ég er ekki í myndlist þannig séð liðið sem meira á jáðrinum myndarsögugerð já, ég upplifði bara eins og það var eitthvað brjálaði að fara í gang og já, þetta litar allavega hvernig ég sé samfélagið. Fólk át gull. Það safnaði saman þess að éta gull. Já, og með því að éta gull þá sagði það hvert öðru vá hvað við erum mikilvæg og spes og important og bara frábær. Við getum étið gull. Já, mér er lífskeið éta gull því að þú kúkar gulli. Og það hefur sennilega verið það sem þeim fannst svona flott. Já. Að þau getur kúka gulli eina gullstund. Bara gleymdist að segja hann frá Mítasi lesa dæmisögur Esops eða eitthvað fyrir þau. Já. Kannski Já, lestuðu þær? Kannski, ég bara eftir því frá að barna var bæði bækur sem voru að gera svona barnabækur út frá dæmisögum Esops og svo voru einhverjir þættir í sjónvarpinu líka. Já. Og kannski fengu þetta fólk ekki að horfa á RÚV og svo fengu þau ekki bókasafnskort eða eitthvað. Kannski ekki. Mistu af það sem að vera að vara mann við gullinu. Það var þetta sem hún sagði með einkavæðinguna. Já. Það er líka sko að sjálfstæðismennirnir þeir eiga vini og vininir bíða. Þeir nutta saman höndunum núna sko. Af því að þessar einkavæðingar sem hafa orðið hér á Íslandi, þær eru mjög oft bara framkvæmdar vegna þess að pólitíkusarnir eiga vini sem bíða á kantinum og geta hagnast alveg gríðarlega af þessum einkavæðingum. Og það er annað sem er alltaf bara svona svolítið umhugsunarefni hér að þegar kemur einhverju svona einkavæðingar áformum, þá veit maður að þetta er oft sko sérhagsmuna Þess vegna sagði ég pilsfaldakapitalistar saminist öllum til hörmunga. Akkurat, sko. Af því að öryggisnetið þeirra er sameignin og það er alltaf, við erum alltaf að borga undir mistök. Já. Fólk sem hegða sér glæfralega og tekur á mikið og bara, svo eru þau einhvern veginn gripin. Mér veist svona... Og sko, mitt áhugjörn núna, ef ég má aðeins koma inn í þetta spjall. Já, bara, það átti ekki að vera einræða. Jú, það átti reyndar að vera það, sko, því að ég hef nú mest gaman að spyrja spurninga og fá gestina til þess að blómstra. En sem sagt, sko, Ari Edvald og Hildur Björnsdóttir. Já. Segjum að þau fara út í stórfengleg einkavæðingar áform og umbylti, sko, kerfinu eins og við þekkjum það. Veistu hvað er skuggalegt við það? Núna árið 2026 til 30 sem að kjörtímabili varir miðað við liðna kafla í okkar sögu. Skuggalegt við það er að fjölmiðlun er orðin svo veik. Já. Veikar en nokksinni aðhaldið gegn svona stórum breytingum í samfélaginu er miklu veikara. Það er veikara heldur en bara nokkru sinni. Liggur mér við að segja. Mitt. Og það er eitthvað sem að sem við þurfum að vera rosalega vel á verði, bara svona almenningur held ég því að þessar stofnanir eins og fjölmiðlar mun ekki hjálpa þeim mikið að vera vakandi. Finnst þið ekki skrítið hvað er alltaf verið að saka RÚV að vera vinstri sinnað en allir sem fara í pólitík úr RÚV er alltaf hægri kantinum. Ég skil ekki alveg hvaða della þetta er. Mér finnst sko vinstra fólk saka RÚV að vera of hægri sinnað og hægra fólk saka RÚV að vera of vinstri sinnað. Og þegar að RÚV bara risastórt rófa fólki og Jú, þetta er mjög fyndið sko. Ég skil þetta ekki og líka bara alltaf RÚV af auglýsingamarkaði og ég bara ég vil hafa RÚV, ég vil hafa sterkt RÚV bara, þú veist mér finnst svo skrítið mér finnst RÚV og blaðamennska og færsluhirðing
og hérna Færsluhirðing? Já, Hvað er það? það annar mál já, við, sko, ef að segjum að Rapid hefði verið búið að kaupa Valitor fyrir hrun við hefum verið í hræðilegu málum það bjargaði okkur meðal annars að það væri innlend færsluhirðing að því annars bara hægt að klippa okkur út og bara loka öllu eitthvað erlent ríki eða skilur erlent fyrirtæki allir svona hluti sem að þegar allt í góðu þá hérna að fólki finnst bara allt í lagi að selja allt svona þegar að það hérna þú veist, það sem bjarga manni út úr einhverjum hörmungum og ég einhvern veginn maður er einhvern svo óslega stressaður bæði eftir að hafa verið fullorðin manneskja eða þú veist, ung fullorðin manneskja í hruninu og ung manneskja í góðærinu og hérna hafa upplifað COVID og allar þessar breytingar núna þú veist, ég bara stressast upp þegar það verður að tala um að selja sameignina okkar og líka það er ekki bara að þessi fyrir að selja bílastæðahúsin af því að þau eftir að selja ljósleiðaran, þau eftir að selja bara allt, þau bara eftir að strippa kóparinn á veggjónum í hérna orkuveitunni, ég er ekki að segja það bókstaflega, þau hérna svona allt sem er hægt að henda út og græða á, þú veist þegar að, ég veit það ekki, mér finnst það svo pirrandi, finnst bara einhvern veginn ég skil ekki hvernig þú hugsar svona þú veist, bara hvernig varstu þú krakki nei, þú mátt ekki ég ætla að vera einn í fótbolta sparka bara í vegg að þú mátt ekki snerta boltan af því ég á hann eða veist, eitthvað svona skil þetta ekki Nei, þú ert félagslega þenkjandi og þó vilt félagslega lausnir og maður þarf bara einhvern veginn þú veist að geta umborið óþólandi nágranna sinn af því að það er bara Ég er algjörlega sammála með ríkisútvarpið að það er hvorki að jafnaði eitthvað sérstaklega til vinstri eða hægri. Ef eitthvað er kannski aðeins að mínum mati meira til hægri heldur en vinstri svona í sögunar ás. En þetta er ekki vandi ríkisútvarpsins. Þótt þetta virki vel að vera alltaf að djöflast í rúfurum og ásaka þá að vera með slags til vinstri eða hægri. Ég myndi segja að vandi ríkisútvarpsins núna sé að fréttastofuna skorti svona meira samhengi, meira sjálfstæði. Meiri reynslu og það er eins með ríkisútvarpið eins og svo margar stofnanir að það er voða mikið ráðið að bara ungu fólki sem er svona hægt að móta í ákveði far og eftir höfðum millistjórnenda sem eru kannski ekki það bestu í heimi og það sem að ég myndi vilja sjá gerast á ríkisútvarpinu núna á alveg mjög krítisku tíma er að það yrði aktíft tekin upp fyrri ráðningarstefnu væri hafnað sem er það að þurfi bara að vera ung og sæt og allt það því að það er ástæði fyrir því að 60 Minutes meðalaldurinn þar er 80 ár hjá fréttaþjónunum en þetta er nú bara svona fabulering reynsla hljómar eins og það sé dýrt eða skilurðu finnst þess að það sé eitthvað svona hagkvæmni hagkvæmni eitthvað svona í staðin fyrir bara að hugsa hagkvæmni eitthvað svona aðeins út fyrir kassan þú veist, er hagkvæmt að allir séu reynslulausir bara nei, það er það bara alls ekki bara rosa dýrt fyrir samfélag og síðan sérðu líka bara eins og til dæmis þegar Bogi Ágústsson hætti daginn og þjóðarsorg það var bara eitthvað, loksin nei bara, einhver sem við erum búin að treysta á óslega lengi, einhver fast í lífinu bara eitthvað, hann er farinn af skjánum og bara öryggistilfinning sem var bara eitthvað ég mismælti mig þegar loksins, ég var ekki að finna það þannig, ég var ógeðslega leið yfir þessu og mér leið eins og þetta væri svona eitt af 7. innsigl nei, slægt dramatísk nei, en bara sjá hvað skiptir máli, það er ekki allir eitthvað hann er eldri skilurðu, þetta er ógeðslega skrítið að það þurfa eitthvað
ég alveg á því að ungt fólk að fá tækifæri og maður eigi ekki að vera bara eitthvað eins og í alls konar sko mér finnst allt í lagi að fólk sé kannski ekki í 100 ár einhvers staðar en að þau geti fært sig það annað og reynsla nýtist það annað staðar og ég skil alveg að fólk þori ekki að færa sig af því að það er ógeðslega erfitt að vinna bara eins og konur eftir 50 það var mikið kvarta undan því þú veist það bara svona guð minn góður vill ekki ráða mig eins og að þú sést bara þú veist bara búin á því eða eitthvað Ég meina eina af þessum nýgengi örorku hjá konum að miðum aldrei gæti tengst því að það bara engin leið fyrir það margar hverjar að fá vinnu Mitt. Þannig að Já, og líka bara eins og ég sé að fólk sem ég þekki sem hefur unnið eins og á Norðurlöndunum og í Evrópusambandinu og Evrópu og svona þar ekki eitthvað gert ráð fyrir þú sért að vera einhvers þar lengur en 4 ár síðan getur þú átt mögulegan á því að vera 8 ár eins og fólk sem unnið fyrir eftir þannig og Norrænu ráðherranefndin og eitthvað svona og svo átti ekki að vera þar lengur þú veist, átti ekki að þá getur þú farið eitthvað annað og held líka bara ef að kerfið sé svona meira flæðandi og fólk með reynslu getur farið önnur störf þá svona eins og svona heildræn þekking þú veist þá lokast skilur þá lokast þekking síður inni í hólfum það fænust á milli eins og ég segi það ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér En mér finnst þetta svo góð punktur hjá þér með rúfarana sem að fara í pólitík að ég var einmitt að reyna að hugsa það lítur einhver vinstri maður að vera þarna rúfari en nei, eftir þessum veltiði fyrir mér þetta alveg rétt sem þú segir Einar Þorsteinsson kemur Framsóknarmaður, hann mjög sterkt búin að skilgreina sjálfa sig til hægri Sigmar, Viðreist, Björg, Viðreist Sigmar, Viðreist, Björg Jón Gnarr, semírúvari en þú veist fjölmiðla úr fjölmiðlum Já, þetta svo áhugaverður punktur Ég hafði ekki pælt í þessu En sko, ég samt síðan, svo þetta náttúrulega bara miklu flóknara eins og með borgina núna besti flokkurinn var allir ekki að besta sem kom fyrir listafólk í borginni Nei mann bara eftir að hafi fjölmörgum tónleikastöðum lokað í þeirra valdatíð frændum verstir Já, það var eitthvað svo leis og og ég veit ekki þau skilgreindu sig ekkit eitthvað hægri vinstri þau og ég man eftir að horta á það og verið bara what? Að ég gerði einhvern veginn ráð fyrir því að menning myndi blómstra hjá þeim, en það var bara eitthvað svona færum nýlistasafnið upp í fellin þú veist, í staðin fyrir bara eitthvað af hverju þetta bara eitthvað svona þú getur ekki bara eitthvað plompað einhvers staðar, þú ert að byggja upp fellin þú veist, bara eitthvað styrkja samfélagið og skólana þar og bara, þú veist, þetta er svo mikið fjölmenningarsamfélag og svo mörg tungumál, þú veist, að þar þyrfti bara fleiri kennara og lalala, en þú veist, þú getur ekki eitthvað svona já þetta er bara svona, mér finnst þetta svo mikið aftenging Já fyrir utan Gerðuberga geggju menningarmiðstöð upp í Breiðholti á milli Hólana og Fellana og talandi geggjaða menningarmiðstöð fannst þér ekki lítið rætt menningu í aðdraganda þessara kosninga Nei, bara nákvæmlega eiginlega ekki neitt sko. Ógeðslega skrítið Þetta orðið svolítið svona plebismi sko, sem ræður för og hann mun sennilega ekki minnka við að miðflokkur kemst í meiri hluta í borginni Ég komin úr bara að vera brjáluð yfir í að vera bara ógeðsla forvitin bara hvernig ætla að laga allt sem þið eru búin að benda og bara gangi ykkur vel bara hvað ætla að finna Hildur með 150 straxatriði sem að átt að bara leysa öll vandamál Já, þú veist eins og leikskólamál það vantar fólk og þú færðu ekki nema þú búir til betri aðstöðu og metir þeirra vinnuframlag skilurðu, ekki bara eitthvað hei, getið þið ekki passa fyrir mig eitthvað svona en það tókast á í fólki sko
margir sem ég hitti segja einmitt, ég vil bara sjá Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn saman í nýjum meirihluta og eftir 4 ár getum við þá bara bent á það, ok, þetta breyttist. Núna vitum við hverju valkostirnir eru á vinstri og hægri. Já. Eftir sem sagt, það ferðalag. Margir segja þetta, að þeir bara vilja sjá það, en svo segja þeir, en samt að velta náttúrulega á því hve mikil skaði yrði á þessum 4 árum. Og svo ég fari aftur í statusinn þinn, sko, já, að þú ert svolítið að segja að þú óttist að bara hvaða sameign sem verði selt. Og það geti náttúrulega orðið mjög dýrt. Það er svo skamsýnt. Já. Og það er ekki hagkvæmt í mínum huga. Nei. Að hugsa þetta alltaf, bara já. Ef að fólk hefði verið svona skamsýnt, þá ættum við ekki heiðmörk, það væri ekki sundlegar hérna, væri ekki svona geggju bókasöfn. Það væri bara ógeðslega leiðelt að búa hérna. Og já, finnst einhvern veginn að langa til dæmis ekki alla að búa og grilla og vera að mála þakið sitt og fara í sinn eigin heita pott. Nei. Það langar ekki alla að búa þannig. Hentar ekki öllum að vera húseigandi. Nei, einmitt. Ferð þú í sund til að hitta fólk? Já. Já. Bara blanda geði. Sko, ég var með að flytja hverfi að því að ég með svo góðan félskap í sundleginu sem er í mínu hverfi. Já. Færðu hugmyndir og svona feedback og... Já, bara... Já. Mér, sko, já, líða eins og ég búi í samfélagi og það sé, já, þá, bara þeim mun fleira fólk sé hitt og tala við, þeim mun minni áhyggjur hef ég, að því að maður hittir, ég held til dæmis að ég myndi sitja með flestum af þeim sem voru þarna, ég væri ekkert eitthvað, þú veist, fólk er þrívítt. Já. Þú veist, kannski á maður eitthvað óvænt sameiginlegt með einhverjum eða eitthvað svona, en já. En segð mér aðeins betur hvað áttu við þegar þú, sko, við höfum aðeins einbrað á þessu, en svona, leið okkur aðeins að komast inn á beini hjá þér þegar þú segir að mannréttindi verði fótum tróðin næstu 4 árin. Það er bara Miðflokkurinn fyrir inn. Já, hvað ertu smeyk þá? Ertu að tala um þessa jaðarsettu hópa eins og samkynhneigða og lita fólk og eitthvað svoleiðis? Bara svona eins og Miðflokkurinn er búin að tala, þú veist, það truflaði óslega mikið búa fánar. Þú veist, bara finnst þið vera búin að snúa svolítið hvolf og svo veit ég ekki hvort það sé að þau trúi þessu eða þau sé bara að reyna að manipulera aðra eða það sé bara að við lesi bara eitthvað svona einhverja leiðbeiningabækling frá Bandaríkjunum. Ég bara skilið ekki. Nei. Þú veist, hvernig káfar það upp á fullorðið fólk að ef að börnum líður vel og líður eins og þau séu þessi pláss fyrir þau. Bara, ég skilið það ekki. Mér finnst það mikið búlliismi. Og þau eru einhvern veginn að snúa sig á hvolf og segja að það sé verið að búllía þau með fjölmenningu, með fjölbreytileika, þú veist. Og það finnst mér vera svo sjúkt. Það er sérstök aðferð. Já, og það er bara svona narsisistar hegða sér þannig, fólk sem eru, þú veist, óheiðarlegt við sig og sína presti, skilurðu. Það er ekki, eins og ég sagði á það, veist, fólk sem að veit hver þau eru og eru í raunverulega sterk. Þú veist, það er ekki eitthvað sem getur bara kilti og búllía minnumáttar, skilur. Það er ekki styrkleiki. Það er bara gamaldags pæling styrkleika. Bara 60 tíma vakt, blæs ekki nös, eitthvað svona. Þú veist, þú útilegur svo marga. Ef þú ert alltaf með eitthvað svona hörk og leiðindi, minnst það bara leiðilegt samfélag. Og svo líka bara skrítið og þau mislásu regnboga fánamálið ógeðsla illa og er eitthvað, gerum 17. júní á stærri degi, bara hvar að ykkur, þú veist, 17. júní ætti by the way að vera hverfahátíð og það er svona litlar hverfahátíðir, ég væri til í það. Þetta er orðin alveg ónýtt hátíðaröld.
og þetta bara eitthvað svona Seintíð. já, og gleðigangan þá tekið yfir bæinn það er svona tákgrænt bara já og það hefur bara verið svo mikið að því að við erum alltaf svo lítið samfélag líka að auðvitað þekkir transmannesku og bara þetta er svo nálægt að það hefur bara verið miklu opnara heldur en á mörgum öðru löndum þannig að ég og fólk fólk er almennt stolt af því að vera þannig samfélag Já. og vera þannig að mér ástu að vera rosalega mislestur á samfélaginu Já. og ætla að fara að kynda eitthvað ennþá meira í einhverju hatri mér ástu bara glatað Ég skil hvað þau en þitt take hefur svolítið verið að svona bara líka kíma og gera grín ég þekki nú ekki verkiðin til hins ítrasta en áttu vonaði að bækurnar þínar muni breytast eitthvað Það hafa náttúrulega breyst mjög mikið því að bara tímandi breytast Já. og mennið með og já og ég verð fullorðin og ég rek mig á eitthvað sem ég vissi ekki og já ég meina það væri líka skrítið að vera í virkri listsköpun og breytast ekki þá væri bara eitthvað þá væri bara alltaf að syngja sama lagið og er reyndar alltaf að syngja sama lagið en það er öðruvísi við tónleika þar vill fólk heyra uppáhaldið sitt þetta er smá balans en mér líður ef ég sé eitthvað sem ég gerði fyrir 2 árum og finnst það astnalegt og sé hvað ég hefði mátt gera betur þá líður mér eins og ég sé að læra og þróast og þá líður mér betur ég til dæmis það sem ég sé svona aðalega þess að munurinn að ég myndi taka eitthvað sem ég gerði fyrir löngu síðan þá þá var ég með svona grófari húmor einhvern veginn en það var líka bara því ég hélt að þannig væri grín best eitthvað og ég hef miklu meira áhuga á svona pólitískri list og og einhverju svona ógeðslega hversdagslegu gríni og og svo hélt ég að ég væri geðveikum rétti að gera fitugrín sem var bara fullkomna ranghugmyndir en ég kenni eldra sjálfi það ég hélt líka ég væri rétti að ég væri með undirhauku eða eitthvað og það var ekki dugað nei, en bara svona maður verður bara einhvern veginn að vera með virka hlustun og vera tilbúin að skilja að maður geti gert mistök og og að öllum finnst fólki finnst þú kannski ekkert fyndin og pólitíska skoðanir mínar eru kannski bara einhverjum finnast þær umurlegar kannski bara mjög sorglegar og ég sé bara ógeðslega óþolandi meðaldra vinstrikona sem er bara eitthvað og ég var bara sagt með það er að væri hræðilega örlög að vera að þóknast öllum og ég held að það sé bara ávísun á eitthvað leiðandi En þú ert að segja hjá þér þá markist þín sköpun alltaf að einhverju leiti af því samfélagi sem að er í gangi á hverjum tíma. Já, ég er að reyna svona að skilja og fá útrás líka fyrir eins og statusinn ég var í svo ógeðslega vondskapi og ef mér finnst eitthvað rosalega mikið og er brjálið yfir einhverju, eins og til dæmis kosningaúrslitum, ég er það nú eiginlega alltaf þá á ég erfiðara með að gera grín af því að þá heyri ég ekki neitt skýrt þá verður þetta bara þarf þetta að vera bara 5 blaða sína saga til þess að geta útskýrt einhvers konar kontekst af því sem ég er að hugsa þannig ég er alltaf að reyna bara svona að heyra eitthvað svona
ég var þannig að sko af því ég til dæmis eina ástæðan fyrir ég til dæmis geta gert ég bæði í fyrra og 2020 þá gæti ég gert myndasökur með einsta degi posta alltaf á netinu var meðal annars í staðin fyrir að ranta einhverjum Facebook status þá í staðin fyrir að gera það þá bjóði til myndasögur úr því Já. af því að þá var ég eitthvað svona já og mér finnst nefnilega óslega fyndið með Facebook og fólk eitthvað, hvernig getur mikið svo margar hugmyndir bara þú ert að generata Facebook statusa og sumir bara eitthvað oft á dag getur verið búin að skrifa 8-10 örsögur eða skilurðu og að því að fer úslega mikil orka og sköpun í að skrifa eitthvað á interneti og líka til að við fólk sem að hatar aðra væri alveg fínt að fara í smá artterapi þú veist að því þú getur ekki útrás á hans að skemma og já og það sem að já það getur bara, já ég mæli með því alveg að einhver hefur áhuga á gera örsögur Já, það er mjög góða punktur hjá það sko, með tíman og orkuna sem fer í þessa þennan vindmyllu bardaga sko, að ætla að segja eitthvað á internetinu og bregðast við því og lesa kommentin og svona það einmitt, það er hægt að skrifa bækur, það er hægt að mála myndir semja tónverk í tugum sko ef fólk ætla sér að setja tíman í það frekar en hitt en samt er það nú sko þú ert hér vegna þess að þú bjóst til þessa litlu færslu sko. Já, þetta er náttúrulega, já, ég veit það er alltaf margt í mörgu og ég til dæmis bara, ég væri nú örugglega ekki að vinna við það sem ég er að vinna við ef ekki hefði verið fyrir interneti Vist, ég fengi alls konar tækifæri í gegnum því að hanga á netinu Já. En ef þetta er á kostnað þess að þú veist, hitta fólk ég myndi bara ekki fara í sund og spjalla við nágranna mína og væri bara eitthvað á netinu þá líka fær maður svona öðruvísi hugmyndir samfélagið veist, bara eins og til dæmis já, að því þá ertu einhvern veginn aftengdari því og veist, eins og bara ég hef þekkt fólk sem er búið í öðrum bæjum og sem hafa haldið að miðbæri Reykjavíkur væri bara algjört glæpa bæli og finnst óþælt að fara á eitthvað svo leiðis út af fréttir bara búið til svona súputenning úr og er náttúrulega alltaf að flytja fréttir að því sem fyrir illa þá færðu því svona ranghugmyndir hvað manneskjur eru almennt sem að er frekar góðar típur sko og ég hugsa þetta svo oft ef ég er ekki búin að fara úr þessari litlu borg í rosalega langa tíma þá mikla ég ógeðslega fyrir mér að fara í stærri borg og svo getur náttúrulega bara verið hér þú veist þannig að litla hotnið sem ég er að labba á í Oslo og þó ég búin að lesa óslega mikið að Harry Hole Jón Nesbø bókum skilurðu ef ég myndi bara lesa þær og lesa hræðilega frétti frá Oslo þá myndi ég aldrei þora að fara til Oslo þegar að bara það er búið börn í Oslo það er bara fullt af fólki að spóka sig og drekka shake og þú veist þú færð svo skakka mynd af þegar þú hittir ekki fólk og ert ekki einhvern veginn það er það sem er slemt við eins og samfélagsmiðla ef þú bara öll orkaðin í samskipti fer bara í það og þú hittir engan og líka bara svo bara sýnt sig að flest öfgafólk þú veist bara eins og mjög margir ofbeldisglæpir í Bandaríkjunum sérstaklega eru einangraðir ungir menn sem heyra aldrei neina skoðanir nema bara spegil á sem man bara ítur undir eitthvað hatur og þú veist og einhvern veginn já, sem minnum á sástu fréttina á RÚV þar sem við varum að tala um unglingana sem voru að drepa fólk í Moskvu Já. Þú veist, ef það hefði verið fyrir utan einhvað annað trúfélag
það hefði þetta verið kölluð hryðjuverk. Ekki eitthvað unglinga, það var svona eins og mér að það verið búið smætt að ég bara mér finnst RÚV mætti vanda sig betur við orðræðu af því ef þú ætlar að vera hlutlaus það verður að vera hlutlaus fyrir alla, ekki af því að það er svo mikið undirliggjandi múslimahatur, hvort sem fólk getur horfst í augu við það ekki, það er bara undirliggjandi, það er bara búið að vera að halda þessu að okkur bara 11. september, hverju voru það? Og þú veist bara búið að gera fólk þú veist tortryggilegt, sérstaklega menna ákveðnum aldrei frá ákveðnu svæði, það er bara fólk er ekkit ónæmt fyrir og verður bara að vinna markvisst gegn því, af því að annars er þetta alltaf bara, þú veist sem sturlað og svo bara eitthvað, þetta er bara fínn ági, þú veist, já, þetta eru margar milljónir af bara mjög næs fólki og eitthvað, skilurðu, mér finnst eins og, já mér finnst, sorry, ég bara fer eini annað, ég fór bara að hugsa þetta þetta ekki bara nákvæmlega að vera þannig spjall já, ég fór að hugsa að við vorum að tala RÚV og svo vorum við að tala mikilvægi frétta og svo hatur og eitthvað, þannig að já, það bara myndi ég held einn eftir þessu, ég var að lesa status hjá Ingólfi sem að gáðuðustu Facebook-vinum mínum Ingólfi já, Gíslason já, nefnitt ok, ég með smá lektor upp í háskóla ég var svo hrædd að segja nafnið hans vitlaust að ég fekk minnalóku hann var að benda á nákvæmlega þessa frétt og þá er ég bara já, þú veist ég tek ekkert alltaf eftir þessu og svo bara fólk sem er vakandi fyrir þessu sér þetta svo greinilega en en það er alveg það sem þú veist að segja áðan með aðhaldið og fjölmiðlana og þú veist það er náttúrulega búið að vera að reyna að þakka niður í fjölmiðlum núna og það hefur bara gengið mjög vel það hefur gengið mjög vel þú veist spurningin í kosningasjónvarpinu hvaða styttu myndir þú láta reisa af fjölmiðla fólki bara eitthvað Helgi Seljan niður við Tjörn eða eitthvað af því að þú veist, pældi í árásunum og þú veist bara að það sé bara eitthvað já þýðir reyndar þau hafi verið á réttum slóðum þú veist ef þú ert orðin svona hættuleg manneskja fyrir eitthvað stórfyrirtæki þá ertu á réttri leið en náttúrulega á rangri leið fyrir þitt persónulega öryggi en ég bara dáist að fólki sem að þú er að segja satt sérstaklega á svona lítilli eyju og svona miklu hagsmuna þú veist gúllasi já, djöflega er nú ekkit grín ef hún ákveður að útskúfa þér en pabbi minn hann segir að því ég fæ alltaf eitthvað sem heimi versnandi fer tilfinningu hann er búin alltaf að vera fylgjast með og vera vinstrimaður þegar að það var bara erfitt að vera vinstrisinnaður á Íslandi og hann og ég er alltaf að spyrja hann eitthvað svona hvernig upplifir þú þetta? Er þetta hræðilegt? Þeir voru náttúrulega hundeltir bara. Óvinni ríkisins. Fólk á listum og vera að hlera fólk og bara eitthvað alls konar erfitt að fá bara lánið að stofna fyrirtæki eða whatever. Ertu búin að lesa óvinni ríkisins eftir Guðna forseta fyrir Nei, þú skalt gera það. Þá fer maður einsinn í einan heim. Hvernig þau voru hundelt. Já, ég bara heyrti þetta í gegnum þú veist, fólk sem ég í kringum mig. Já, pabbi var að segja að honum finnst hlutir vera gegnsæri núna. Já, ég held sér eftir pappaðin. Og ég var óslega fegin að heyra af því að ég er alltaf svo hrædd að allt sé að verða verra. Nema náttúrulega, mér varst við vera komin á mjög gott skrið að fagna fjölbreytileikanum til dæmis. Já. Og svo bara eitthvað, þá var það dreigt tilbaka. En það er samt gott að minna sig á að þetta er ekki línulegt. Þetta mun vera svona reipitók og mannréttindabaráttu að það er ekki hægt að sofna í henni
En fékkstu svona smá aðkenningu að Íslands óþóli eftir úrslitkosningana eins og sumir tala að þeir fái svona reglulega og þá svona fer maður aðeins og landakortið og já, erum við að tala Kaupmannahöfn, London Já, en ég ekki akkurat núna, ég hef oft verið þannig en ég bara er eiginlega búin að sætta mig við að ég með svona teygju naflastreng sem bara fastur við þessa eyju og ég hef gert nokkra tilraunir og alltaf svona skýst ég tilbaka og og mér finnst líka bara það bara svo mikið skemmtilegu fólki og ég á óslega skemmtilega fjölskyldu og ég elska það er bara eitthvað svona hugarástand sem er algjör della en líka svo hressandi og æðislegt og bara svona bara skemmtilegt rugl og bara meiri sem bara eitthvað svona litapalettan þú veist bara sem að maður, eins og til dæmis þegar þú ferð á vorin eða fer austur fyrir fjall og mosin farin aðeins að skipta lit og eitthvað, ég bara svona bílast það hamingju, mér finnst svo ógeðslega ég veit það ekki, mér finnst eitthvað magnað að fá að vera til Og þú sagði mér áður að þú settist á rauðaborðið að mæ væri þinn mánuður. Já, mæ er bara besti mánuðurinn. Þetta er bara svona þorláksmessa og þetta er ekki þar sem þú hélstu að fá jólagjöf heldur tilhögnin að mögulega sérstu að fara að fá eitthvað æðislegt jólagjöf sem að mér kannski valda vonbrigðum en spennan og þetta er sko, því júní er bara eitthvað grín og þetta er bara að gleyma júní bara 30 dagar að þorláksmessu þú myndir lýsa mæ þannig Já, 31 Já. Ég myndi lýsa honum þannig fyrir ekki að segja leiðir þetta Nei, bara mjög gott mál Ég er bara meðvituð að það sé 31 dagar í mæ Mér finnst það áhugaverðast hvað það var sem var ströng Nei, að ég fór alltaf í sauðburð þegar ég var lítil þannig ég misti alltaf af ammæli vinkonu minnar sem var 31. mæ og stundum hélt hún sér ammæli fyrir mig Þannig að ég get bara ekki gefið þetta afslátt Nei Ég skil En ég náttúrulega tengi mjög við margt af því sem hún segir og ég var alltaf sagt sko allt þetta ómanngerða á djöflaginni það er bara erfitt að sleppa hendina að því sko Já Ég hef líka gert eins og þú tilraunir til þess að búa í útlöndum og hef alveg gert það verið í einhverjum furðulegum löndum bara Sviss og Wales og eitthvað svona einhverjum löndum sem Íslendingar eru yfirleitt mikið í Sviss er bara ég fæ innurlokkun að kjanda ég hugsa að flytja ángað það er, ef þú ert ekki við sjó þá bara skil ég ekki hvað þú ert að gera Já, ég var enda við vatn genfar vatnið Já, ég geti það mögulega kannski kom það á einhverju leyti í staðan fyrir þetta sem þú vart að segja sko en Jú, fólkið er frábærlega skemmtilegt og maður á það og þetta er fólk sem maður elskar og fjölskyldunar og svona en mér finnst það samt sko það sem mér finnst enn erfiðar að vera án það er þetta ómanngerða það er birtan, það eru öfgarnar það er lyktin það eru litirnir það er veðrið fuglahljóðin, allar þessar árshátíðir ég held að séu fleiri en 4 ég held að séu 40 og bara eitthvað Já, einhver svona mýrarauði bara ég er algjör og öfgarnar í birtunni og veðrinu sko hvernig það er móta okkar hugarfar og henda manni til og breyta manni frá stund til stundar og þetta er svo mikil fjölbreytileiki sem felst í því Ertu búin að fara í Kjarvalsstaði? Hvað meinarðu á? Það er ég fæ alltaf minnlugur þegar ég fara að segja nafna fólki Kristínu Gunnlaugs Þú tala Píku Kristínu? Nei, kannski heitir hún Guðrún Jónsdóttir Ég þarf alveg að googla þetta Við getum gert það bara hér alltaf vista þetta Kjarvalsstað er núna það er mér finnst alltaf aðdánavert þegar að listafólki tekst að skila einhverju af upplifuninni þetta, að því það er ógeðslega erfitt Já. Því sko, það er svo mikið fjölbreytileiki sem felst í því. Já, ég var enda við vatn bara ég
Guðrún Kristjánsdóttir. Já, Jesus. Kristín Guðrún Jónsdóttir, tjók. Nei, þetta slóst maður saman. Já, þetta æðislega sýning. Býtu, þetta mamma Oddnýjar Eyrar? Já, Kona, gott ef ekki. Er þetta kona Ævar Skjartanssonar útvarpsmanns? Er þetta það? Nei, ég bara hendi einhver út í loftið. Já, nei, ég heldur sem mamma Oddnýjar. En þetta alveg, já, ég fór alltaf að hugsa þetta bara út af, hún mjög mikið að hugsa náttúru. Þetta hún, ég sé það. Já. Það bara gaman að fara ánga út frá þessum pælingum. Út frá þessum pælingum? Já, af því það erfitt að fanga þetta í list. Já, umveitt. Og svo bara, já. En ég man ekki hvað ég ætla að segja. Ég fór að hugsa eitthvað þegar við vorum að tala Það líka voru svo heitt inni. Já. Og þú út í grænu peysunni. Soðbólustúdíu og þeirra refsa alveg rosalega. Það er búin að vera svo lengi. Já, hvað er bara lengi að tala saman hérna? Já, ég þarf að mæta. Já, þú átt að vera að mæta Ég var að mæta Anna. Ég veit það. Oh my god, ég var að segja það. En heldur þú komist heim af því að þessi hugsunin þín, þessi síðasta sem verður þá til umræðu, hún var hálfkláruð, heldur þú náður að klára þetta sem þú langaði að segja listina og hvernig hún næði utan þetta? Já, nei, ég sko bara hálfklára vísur bara mínar ær og kýr. Ég har alltaf verið að segja mig klára setningarnar af því að ég bara veist, sérstaklega líka þegar að birtan komin og maður verður bara svona langa bara eitthvað að spæna sér einhvert og leggjast einhvers staðar í þúfu eða á milli þúfna eða eitthvað ég er svona að reyna að koma hlutum í verk á þess að ganga göflunum já ég nei, man ekkert hvað það var ég bara hausinn á mér að komin í En hvernig nær sýningin á Kjarvalsstöðum utan á það sem ég var að segja? Hún fæði til þess að hugsa náttúru sem þú þekkir úrslega vel á annan hátt. Á annan hátt. En þannig að þú færði eitthvað svona já. En þetta ekki eitthvað klísilegt, þetta ekki eitthvað svona endurtekning á náttúrunni, en hún þarna en það fer eitthvað annað plan. Ég drými á Kjarvalsstaði, takk fyrir ábendingu. Verður það góðið. En af því að fólkið býður eftir þér. Ég að fara heklnámskeið. Já, ekki viljum við taka það að þér. Nei. Ertu mikil handavinnu kona? Alls ekki. Nei. Ég tím ekki höndunum á mér í eitthvað sem ekki teikning. Svona öllu. Já. Yfirleitt, af því að ég dauðhrædd að fá senaskeiðabólgu. Já. Þannig ég eitthvað svona ég gæti verið að teikna. En mér langaði bara svo að fara á þetta. Það er skemmtilega. Hún Tinna Þorvalds með svona námskeið í Havari. Þannig í Faxaferðinu og ógeðslega skemmtileg kona og þannig skráðum á námskeið og erum að mæta seint. Einmitt, bara gangið vel með heklið. Kæra þakkir. Takk fyrir að bjóða mér. Fyrir komin á rauðaborðinu. Ég helst ég myndi vera bara Nei, ég vissi bara ekkert, ég held ekki neitt. Ég meina, statusinn nefnilega gefur kannski aðeins aðra mynd. Nei, það góða við mitt jobb er það að ok, maður sér eitthvað sem vekur áhuga manns og svo býður maður fólki að koma en maður veit aldrei hvað gerist. Nei. Og það er það sem er svo skemmtilegt. Og ef maður er búin að ákveða hvað gerist þá verður allt svo leiðilegt, þá verður þátturinn svo vondur þá verður samtalið svo styrt og þú eru svo stressar, tala við manneski svo mikið að þú ætlar að fara eftir handritinu þínu, bara hvert er hún að fara með þetta? Ég hef einu sinni áður fengið því þátt, ég hef bara sagt þér ég hlakkaði til að það kæmir og þú hefur svo sannlega ekki valdið mér vonbrigðum og ég veist sem að hlustendur og áhörfundur eru á sömu línu. Já, ég ætla að skemmti mér konunglega, mjög gaman að tala við þig. Sömuleiðis, svona afgreitu við Ara Edvald og Hildi. Ég þarf að hitta hann, ná hann með mitt band. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram hér með hún Ásdís Olsen, hún tekur við eftir andartak, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu,
Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is